Þá tekur næsti máls háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgitta Jónsdóttir. Frú forseti, kæra þjóð. Undanfarin ár hafa verið þjóðinni þungbær. Þessari skýrslu sem nú lítur dagsljósið hefur verið beðið með kvíða og eftirvæntingu. Þær upplýsingar sem koma fram í dag eru áfellisdómur fyrir þingið og stjórnsýslu landsins. Tengslin á milli viðskiptalífs og þingheims svo þéttofið að skömm að. Það kemur því miður fram í skýrslunni að enginn vill axla ábyrgð. Fólk bendir hvert á annað og virðist fyrirmunað að sjá sinn þátt í hrunadansinum sem hefur leitt mikla og óbærilega ógæfu yfir þjóðina. Það hlýtur að vera þeim fjöldamörgu þingmönnum sem sjá nöfn sín samofin skýrslunni hvatning til að axla ábyrgð. Núna sú stund runnin upp þar sem við fáum að sjá hvaða einstaklingar í samfélagi okkar eru mikilmenni eða lítilmenni. Mikilmenni axla ábyrgð og viðurkenna mistök sín, stíga til hliðar og axla sína ábyrgð. Lítilmenni með rofna siðferðiskennd láta sem ekkert hafi í skorist og horfast undan ábyrgð sinni, benda jafnvel á aðra. Órofa tengsl á milli viðskiptaheims og þingheims verður að rjúfa. Bara í gær sat ég á fundi með forystu fjórflokksins þar sem ákveðið var að halda áfram að þiggja peninga frá viðskiptalífinu inn í flokkana. Það skiptir meira að segja engu máli þó að við vitum hvaða fyrirtækin heita. Þau eru svo miklu snillingar í að búa til spagetti. Spagetti sem eru skúffufyrirtæki eftir skúffufyrirtæki eftir skúffufyrirtæki eins og við höfum séð. Þannig að einn einstaklingur getur auðveldlega búið til 20 fyrirtæki sem eru grafin inn í einhverjum lauk og þar að leiðandi veitt flokkunum miklu meiri peninga en maður geti haldið. Og þessir einstaklingar munu án efa halda áfram að hafa ítök eða halda áfram að bera fé á flokkana. Ég þarf vart að taka það fram að við í hreyfingunni viljum ekki láta nafn okkar á frumvarp sem viðheldur gamla kerfinu þótt aðeins skárra sé. Hér dugar ekki kattaþvottur. Hér verður að fara fram alvöru uppstokkun. Hér varð hrun. Það gengur ekki að byggja framtíð Íslands úr sömu fúaspýtunum og þær sem hrundu. Við þurfum almennilega uppstokkun í stjórnsýslunni allri. Það ljóst að fundaform þau sem viðgangast á æðstu stigum eru nákvæmlega þau sömu og fyrir hrun. Það ekki haldnar neina fundagerðar á fundum forystumanna. Þar verður að verða bragabót á. En nú tími uppgjörsins runnin upp. Til að við getum fyrirgefið og fundið einhverja ástæðu til að byggja upp það sem hrundi, til að við getum fundið hjá okkur hvatningu til að fórna einhverju, það var ljóst að þeir sem bera siðferðislega og beina ábyrgð verða að gjöra svo vel og horfast í augu við veruleikann og axla sína ábyrgð. Ekki eftir ár, heldur núna. Það eru ekki margir sem koma að þessu hruni sem gerendur sem hafa sýnt merki iðrun. Það eru ekki margir sem hafa að sjálfsdáðun sýnt að hugrekki sem til þarf til að viðurkenna misgjörðir sínar. Núna ykkar tími kominn, verið menn, ekki mýs. Okkar sameiginlega verkefni að nýta þær upplýsingar sem koma fram í þessari skýrslu til að tryggja að hér verði smíðuð lög sem komi í veg fyrir svona stórkostlega vanhæfni og voðaverk til að koma í veg fyrir að svona stórkostleg vanhæfni og voðaverk geti átt sér stað að nýju. En lög eru ekki nóg. Samfélagi mun ekki gróa heilt ef allir sem ábyrgir eru halda áfram í hollin skollin. Veri menn, ekki mýs, axlið ábyrgð. Þingið enn veikburða gagnvart framkvæmdarvaldinu. Það okkar þingmanna að endurheimta þau völd sem þinginu réttilega ber að hafa. En þó svo að þingmenn hafi gjarnan í orði talað að það sé mikilvægt, þá
þá vill svo til að viljinn nær ekki lengra en að vera aðeins í orði. Útrásarvíkingarnir svokölluðu sjá enga bresti í sínu siðferði og ljóst að það réttaríki sem gjarnan talað er ekki smíðað til að koma fram fullnustu réttlætis gagnvart þeim sem fremja landráð eða líta svo á að þeir séu vegna ríkidæmis og valda yfir réttaríkið hafnir. Nú hlýtur það að vera svo að allar eignir þessara einstaklinga verði frystar, nú þegar, og að fyrirtækin verði tekin af þeim. Í stað þess að afskrifa skuldir þeirra undir því yfirskyni að þau séu of stór til að rúlla. Þeir sem ryksuðu bankana innanfrá þurfa greinilega aðstoð við að skila ránsfengnum og það eiga að vera skýr skilaboð frá þingheimi að fela framkvæmdarvaldinu að endurheimta ránsfengin ef þeir gera það ekki sjálfviljugir. Ég skora á útrásarvíkingana að sýna að þeir séu menn en ekki mýs, að þeir axli ábyrgð og skili ránsfengnum. En það er þú, þjóðin, sem verður að senda skýr skilaboð að hér axli fólk ábyrgð á gjörðum sínum. Ég ætla að leyfa mér að nota stórt orð í dag. Í mínum huga þá hafa verið framin landráð hérlendis. Við stöndum frammi fyrir gríðarlegri vá, eins og til dæmis að hafa alþjóðagjaldeyrissjóðinn að sýsla með ríkissjóð. Vegna þess að allt sem við treystum á brást okkur. Blekkingin, meðvituð eða ei, var svo mögnuð að raddir, þó rómmiklar væru sem reyndu að vara við, voru skjótt kæfðar með skrækjum rómum gróu á leiti. Förum að kalla hlutina réttum nöfnum. Enn hef ég enga iðrun heyrt, enn hef ég ekkert séð sem geti kæft þann mikla eldreiði sem ég finn brenna innra með mér, gagnvart því óréttlæti sem þessari þjóð hefur verið beitt. Ef það á að vera sátt hér, þá er ekki neitt sem geti verið réttlátara en að leiðrétta lán almennings, færa þau tilbaka til mars 2008, en þá samkvæmt skýrslunni var ljóst að þáverandi ríkisstjórn vissi nákvæmlega hver stemdi. En hún kaus að halda áfram blekkingunni. Hún kaus að halda frekar uppi ímyndinni en sannleikanum. Og núna búum við þær hryllilegu afleiðingar sem að ímyndin ofar sannleikanum býr til. Ég vissi ekki hverju við var að búast með þessari skýrslu, en mér sýnist á öllu að ekki sé neitt hvítþvott eða kattaþvott að ræða, þó svo ég gjarnan hefði viljað sjá meiri ábyrgð færða á hendur embættismönnum, en ljóst að þeirra ábyrgð mikil í þessari sorgarsögu. Ég vil nota tækifærið og þakka rannsóknarnefndinni fyrir hennar störf og vona að það sem ætlast til sem niðurstöður skýrslunnar muni skila sér í bestu mögulegu löggjöf sem hægt að smíða til að fyrirbyggja annar hrun, en það er ekki nóg. Við þurfum að finna viljan, þorið og heiðarleikann til að taka á þeim miklu meinbugum sem fyrirfinnast í samfélagi okkar með galopin augun og krefjast þess að sanngirni sé höfð að leiðarljósi og að sama réttarfarið gangi yfir alla.